Palestínu eins og við höfum gert hérna svolítið við Rauða brauð. Stundum erum við að halda því fram að þetta séu kannski hryllilegustu atburðir þessarar aldar og séu slíkir að allir íbúar jarðar verða að taka einhverja afstöðu til þeirra og aðeins að ræða þetta mál einmitt út frá því sjónarhorni og ég fengi hérna fjármanneskjur sem að hafa tekið svona þátt í umfjöllun hérlendis þessi mál. Hér Hjálmtýr Heiðdal, kvikmyndagerðarmaður og formaður félagsins Ísland-Palestína. Guðný Gústafsdóttir sem starfsmaður félagsvísindastofnunar og Ólafur Ingólfsson sem jarðfræðiprófessor á eftirlaunum, það emeritus? Það stemmir. Já. Má ég byrja á þér kannski, Ólafur, að því að þú skrifar reglulega þetta mál á Vísi? Já. Á hverju ert að því? Ég bara að reyna að leggja mitt af mörkum til þess að vekja fólk til meðvindar hvað er í gangi og ég held að sé allt of margir svona að yfta öxlum yfir þessu og ég fyrir gleypa við áróðrunum frá Ísrael eða síónistunum að þetta sé einhver viðbrögð við hefndarverkum eða terroristum hjá Hamas og taka ekki afstöðu og ég held að það sé rétt sem þú sagðir í innganginum að við stöndum eiginlega svona dálítið á tímamótum held ég núna sko að þetta er náttúrulega þjóðamál sem er í gangi og þessar tölur yfir fallna og særða eru bara lágmarstölur, í raun er þetta miklu fleiri. Gætu verið 300.000 mann sem eru fallin og særði í þessu útrýmingarstríði Ísraels og það er bara þannig að þú verður að taka afstöðu og ég held að þegar fram í sækir að þá verði þetta talað með sömu andrá eins og helfurina, hvað var gyðingum. Og þá geta menn spurt sig hvað gerði ég? Var mér skítsama og hélt bara áfram að horfa á einhverja sápur í sjónvarpinu eða reyndi ég að gera eitthvað? Lærdómurinn af því tímabili er svolítið sá að það er sá sem að telur sig ekki verið að taka afstöðu, hann er að taka afstöðu. Alveg hiklaust, það er akkúrat þannig. Og sko, Ísrael átti lengi mjög mikla samúð Íslendinga og Ísland var kannski eitt af þessum ríkjum sem að stóð með Ísrael gegnum þykkt og þund. Ben Gurion kom í opinbera heimsókn til Íslands 1962. Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra og Ásgeir Ásgeirsson fóru í ferði til Ísrael og lofsungu það og var hent upp á kameldýr til þess að verða að taka myndir og svona. Og ég man bara því þegar ég var 9 eða 10 ára gammal strákur, þá stóð ég á svona skólakrökkum og veifaði ísraelskum fánum þegar Ben Gurion kom hérna 62 sko. Og svo þegar við vorum að reyna að starta samstöðustarfi með Palestínu 1975 með fyrstu Palestínunefndinni, þá var það í rosalegum mótbyr í raun því að Íslendingar bara almennt, það var einhvern veginn bara svo sjálfgefið að öll okkar saman ætti að vera með Ísrael. Og þetta er að breytast og það hefur orðið mikil breyting á þessu en núna er að gera hamra stálið og fylgja þessu eftir og fólk, það verður að opna augu fólks fyrir því að það sem er í gangi er þjóðarmorð og þjóðarmorð er alveg hrottalegur hlutur. Og í raun ef að áform Ísraels ná fram að ganga þá erum við bara rétt að sjá byrjunum á þessum hörmungum því að nú ætlar að fara að ráðast á Gazaborg sem búa 1 milljón manns, þeir ætla að leggja hann í rúst þannig að við verðum að láta heyra í okkur. Guðný, ég hef séð þig á Facebook, þú póstar mikið? Já, ég gerði það, orðið þá lóksins ég fann einhver tilgang með Facebook þá nota ég hana. Þannig að þetta opna gluggan og rópa út í tómið. Ja. En má ég spyrja þig eins og ég spurði Ólaf, af hverju? En ekki hvað. Það, sko, fyrir mér var bara ekkert annað í boði heldur en að taka afstöðu með Palestínu. Ég hef reyndar aldrei haft samúð með Ísrael, sko, og ég er algjörlega snauð allri samúð með því ríki, ef ríki skildi kalla. Þetta er náttúrulega bara ríki, þetta er eitthvað batteri sem er búa til í kringum hernað
og hérna, já, það er engin þjóð þarna, það er engin löng og hérna gömul saga um veru þessa fólks á þessu landsvæði, sko, þetta er náttúrulega bara military base sem er kallað ríki, sem er gefið alls konar bessaleyfi út á einhverja gamla fortíð í Evrópu, en ekki á þessu svæði, þannig að, já, svo ég... Þótt við það sé ekki hægt að aðgreina Ísraelsríki og síónismann. Nei, það er ekki það. Og það sé ruglandi að alltaf tengja Ísraelsríki við gyðingdóm. Já, það finnst mér, og það segja gyðingar sjálfur í auknum mæli upphátt og út allan heim. Þannig að hérna, sko... En nú er þetta ekki hérna þitt stríð? Þetta er mitt stríð, þetta er okkar allra stríð. Á hverju er það þannig? Nú, við berum öll ábyrgð sem búum í þessum heimi. Heimurinn er svo löngu orðin ein heild, efnahagsleg heild. Ég meina það er ekkit undan því komist og eftir tilkomu samfélagsmiðla þá erum við náttúrulega, við eigum vini allstaðar í heiminum, við eigum fólk allstaðar í heiminum, við stöndum með fólki allstaðar í heiminum. Og þegar verðar að brjóta á heilli þjóð og núna fremja þjóðarmorð í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum, þá náttúrulega verður að taka afstöðu, það er ekkert annað í boði, að mínu mati. En það er eitthvað sérstakt við þetta, af því að þetta mál snertir okkur og fólki okkar heimsluta meira heldur en önnur átök. Er það vegna þess hversu gróft þetta er eða vegna þess að einhver leyti er þetta gert í skjóli vestrænna stjórnvalda eða af hverju hérna snertir Palestína sérstaklega við þér og mörgum öðrum? Það er náttúrulega mörg svör við þessari spurningu, það er ekkert eitt svar. Svo persónlega þá hérna hefur Palestína hefur alltaf átt mjög stóran sess í mínu hjarta, ég var bara alveg þannig upp fyrir það fyrsta, en hérna já, þessi mikla samsagt Vesturlanda og okkar beinu og óbeinu þáttaka sem Vesturlanda búa í þessu stríði er náttúrulega svo gagnsæ og augljós. Þannig að kannski tökum við þess vegna líka frekar afstöðu í þessu máli. Mikill meiri hluti fólks þegir ennþá í samsagt, eins og Ólafur kominn á áðan, af því að við erum svo tengd þessu. Það er ekki hægt að taka sig í burtu frá þessu. Við erum að borða ávexti frá Ísrael og kaupa sódastrím frá Ísrael. Við erum að hýsa Ísraels gagnaver og við erum að taka beinan þátt sem þjóð. Og dreigið Ísrael inn í Evrópu þótt að mannfræðilega ekki heima þar, að vera í Eurovision og í Evrópu keppni í fótbolta og guðmátt okkur ekki. Einmitt. Og á hvaða forsendum er það? Fyrst þetta fólk vil endilega búa þarna, okkur er það þá ennþá að taka sér pláss í Evrópu. Hjálmtýr, þú ert náttúrulega formaður í félaginu. Jú. En kannski heimskulegt að spyrja þig af hverju þú að taka þessa afstöðu. Já, það er náttúrulega eins og komið inn á. Ég er alveg upprunalega náttúrulega trú á að Ísrael sé eitthvað fyrirmyndaríki og þessar góðsagnir Ísrael sem voru allstaðar, að þarna hefðu komið fólk sem hefði ætti rætur þarna og hefði síðan endurreist og byggt í eyðimörkinni einhvern aldingarð. Og þetta er náttúrulega saga sem að landlaust fólk fengið land án fólks. Já, en því miður þá var þarna annað fólk. Og það er mikil saga sem sagt hvernig vestræn ríki og mikið fyrrum heimsveldi eða nýlendu þjóðir, hvernig þær rauninni lögðu grunninn að þessu. Og þess vegna er Ísrael sem sagt hugsað upprunalega sem útvörður, það var sagt að það veri útvörður siðmenningarinnar. Og það er rauninni eins og Ben Gurion segir við Gylfa Þór Gíslason, ráðherra íslenska menntamálaráðherra sem fór til Ísrael, að Gylfi segir, honum finnst þetta vera mjög evrópskt og Ben Gurion verður svo glaður vegna þess að það er það sem þeir eru að hugsa. Þeir eru að setja sína evrópsku menningu, flytja hana til Austurlanda og það kostar það sem að við þekkjum á sögunni, þessa kúun og þessar hörmungar, Nakba sem að hafa dönið á Palestínumönnum núna í 76 ár. Og ástæðan fyrir því að ég
er aktífur á þessum aldri er það að Óli Ingólfsson að hann fer til Líbanon 1975 og kemur tilbaka hann ásamt félögum, við vorum saman í Maóistasamtökunum KSML, koma tilbaka með fullt af efni frá Palestínumönnum sem þeir hefðu kynnst og við fórum í það að gefa út blað sem hét Palestína. Það konum aldrei nema eitt eintak. En þar kynnist ég fyrst sko eftir að við erum búin að vera í Vietnam-hreyfingunni og berjast gegn bandarísku heimsveldastefnunni og berjast, við vorum að hafa skoðanir á öllu sem var að gerast í Mósambíki, Angóla og bara heimurum var undir. Og þannig að ég kynnist þessum kjörum palestínumanna sem í Líbanon, flóttamenn og síðan, ég man ekki hvenær það var, þá var það að Sveinn Rúnar Hauksson sem var formaður lengi vel, að hann hvatti mig til þess að koma með í stjórn félagsins og ég var þar í nokkur ár og svo kynntist ég bara þessum málum betur og betur og ég hef tvisvar búin að koma til Palestínu, annars vegar á Vesturbakkan og eins vegar á Gaza, svo að ég hef séð með eigin augum sumt af þessu, að ég kom þarna stuttu eftir loftárásina, stóra árásina 2008-2009 á áramótin og sá hvernig þetta var, kynntist fólki og síðan þá hef ég verið mjög virkur í þessu og tekaði mér að verða formaður 2019, þá var félagið búið að vera í smá ládeyðu og ég hef búin að skrifa mikið og við stóðum fyrir endurreisn félagsins af því það hafði ekki komið út blaðið í 5 ár og þetta var mikilvæg látið og sem betur fyrir þá erum við búinir að vinna töluverða forvinnu áður en að þessi svakalega árás skellur á eftir 7. október 2023 og ég þótt að ég sé orðið þetta gamall þá sko verði ég að segja að sko mitt uppeldi að líta á Ísrael sem eitthvað fyrirmyndaríki, það er náttúrulega hverfur gjörsamlega þegar maður fyrir að kynna sér síónismann og smá saman sér maður betur og betur að síónisminn á svo margt sameiginlegt með nasismannum og mér finnst að það sem til dæmis að Netanyahu er að upplýsa í dag sína mission eins og hann segir það, stóri Ísrael, að það er útþenslu stefna sem við náttúrulega þekkjum úr sögur nasismans og Palestínumenn sem eru búin að vera þarna með eiga sögu þarna 4000 ár aftur í tíman eru þarna fórnarlömb fólks sem kemur frá Evrópu, telur sig eiga einhverja rætur þarna en það er svo margt sem segir okkur að þetta er allt fölsk saga. Ísrael byggir á lygi alveg frá upphafi, alveg frá því að Sameinuðu þjóðirnar samþykkja að skipta Palestínu. Það er allt byggt á þessari lygi sem er ennþann dag í dag ráðandi hjá vestrænum stjórnvöldum. Þeir eru ennþá á því að þarna sé siðmennta ríki, lýðræðisríki og það er eina af þessum stóru blekkingum. Og þau segir að það sé inngrófið inn í Ísrael að með því að þess að viðurkenna Ísrael að þá er maður ekki að viðurkenna tiltekin landamæri, heldur en maður að viðurkenna stefnustjórnvalda sem eru landvinningar og landvinningar til að búa til lífsrými fyrir ríkisborgara Ísrael sem að félur í sér að þá fækka þeim sem að fyrir eru, reykja við burtu, sem er líklega vísunum sem þú ert með til útþenslu nasista sem að fóru í austur og drápu slafa og fleiri til þess að búa til rými fyrir sig. Já. Það náttúrulega hefði þótt skrítið að tala svona Ísrael fyrir einhverjum tíma, en það er bara alltaf ljósara og ljósara og sérstaklega í dag eftir þessa rosalegu hluti sem að heimurum verður vitna að þá afhjúpast þetta alltaf betur og betur og þess vegna er þessar miklu hreyfingar að spretta upp í Evrópu. Það er alveg, sko það verður ekki eftir snúið. Með afstöðuna til Ísrael. Nei. Þannig að gyðingar hafa gagnrýnt Netanyahu, segja hann sé að tortíma Ísrael með þessari stefnu. Þannig að þú ert eiginlega í að því að það gæti orðið ef að Ísrael missir bakkjarla sína á Vesturlöndum og sérstaklega í Bandaríkjunum, að þá getur það fellt
Já, það er bæði innri togstreita í Ísrael þó því miður þá verður það mjög lítill hluti Ísraela sem að sér palestínumenn sem fólk. En það er samt innri togstreita þar og það er í Bandaríkjunum vaxandi meðvitund þessa hluti að stuðningurinn við Ísrael er allt og kostnaðarsamur og rauninni brjálæðislegur. Má ég staldra við góðsögnun Ísrael. Ísrael er eina lýðræðisríkið í þessum heimsluta? Já. Ef að ræða það. Þú sagði það væri ekki lýðræðisríki, en ég meina þetta er bara setning sem hefur verið sögð ansi oft. Þetta er allavega ekki ríki mannréttinda, svo mikið er víst, sko. Svo fyrir eftir hvernig við skilgreinum lýðræði, Lýðræði náttúrulega meirihluta stjórnun og Já, lýðræði líka virðing fyrir minnihlutanum. Já. Það er sagt að við verðum að styðja Ísrael af því að þetta er eina lýðræðisríkið í þessu heimsluta. Sem er náttúrulega... Þetta er klísja. Út úr kortinu vitlaust. Það er mikið meira lýðræði í Palestínu hefur alltaf verið heldur en í Ísrael. Þetta er margir byggja sína afstöðu á þessu. Þetta sé lýðræðisríki. Og það er náttúrulega sagt, á yfirborðinu en það er í gildi tugir laga í Ísrael og það er skrifað í grunnlög Ísrael. Þeir hafa enga stjórnarskrá en þeir eru með grunnlög. Það er alveg skýr mörk á milli sagt, þeirra sem eru á gyðingættum eða eru gyðingar, teljast gyðingar og hinna sem eru palestínumenn að þeir eru þriðjaflokksborgarar og það er hvergi í nokkru lýðræðisríki það sem er engin stjórnarskrá sem kveður á jafnrétti, af því að ef þú ætlar að vera meðlumur í, segjum bara Sameinuðu þjóðunum og kynna stjórnarskrá sem er þannig að það er greinlegt að þetta er aðskilnaðaríki, að það náttúrulega, þú kemst ekki upp með það, þess vegna eru þeir ekki að koma með slíkar yfirlýsingar sem sína stjórn, þeir eru ekki að koma fram með stjórnarskrá, þeir eru bara búa til lög svona eftir endurleikum. Það er mjög skrítið að það er að breyta grunnlögunum með einföldum meirihluta. Ég held að það ekki hvergi í lýðræðisríki að þetta umturna stjórnarskrá svona, en það hentar þeim. Já, en eins og segir, það er ekki stjórnarskrá sem að segir bara sitt, sko, en þetta er svona álíka eins og að hafa kallað Suður Afríku lýðræðisríki. Þetta er náttúrulega bara fjarstæða. Algjör fjarstæða. En er þá ekki það að viðurkenna Palestínu og viðurkenna og halda upp í stjórnmálasambandi við Ísrael, að þetta tvennt, getur þetta farið saman? Já, ef að Ísrael er eins og þið lýsið, að það sé raunverulega landvinningaríki, að þá ef þú ætlar að viðurkenna Palestínu þá verður þeir að viðurkenna Ísrael með einhverjum skilyrðum að þeir myndu halda sig innan tiltekinna landamæra. Sko, mín afstæð er svo að við höfum að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Við höfum ekkert að gera með það að vera í stjórnmálasambandi við ríki sem stundar grímulösa aðskilnaðarstefnu þar sem að tugir þúsunda palestínumanna eru fangelsæðir án dómsólaga, án ákæru og allt niður í börn þar sem að stór hluti af íbúar herteknarsvæðina lifa undir alveg hrottalegri kúgun. Og ég sé enga ástæðu til þess að vera í stjórnmálasambandi við svona ríki. Ég hef lýst því í blaðagreinum að það verður að draga bara línu í sandin og segja nei takk, við höfum ekki áhuga að vera í stjórnmálasambandi við ríki sem hefða sér svona. Það er mín persónulega skoðun. Hversu raunhæft þetta er veit ég ekki. En eins og ég segi, við stöndum á ákveðnum tímamótum núna. Við verðum að taka afstöðu og ef við tökum afstöðu þá verðum við að markera það mjög skýrt og ég held að einsóleis markerinn gæti hreinlega verið bara að afneita öllum samskiptum við ríki sem hegða sér svona, það á ekki heima meðal siðmenntara þjóða. En þetta er afgerandi afstafa en samt varstu með hana. Þú sagði, ég veit ekki hvort þetta sé raunhæft og hvað áttu við með því að hvort að Íslendingar kæmist upp með það að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael, að við fengjum yfir okkur refsi aðgerði Bandaríkjanna? Já, við það, til dæmis. Fengjum yfir okkur refsi aðgerði frá til dæmis Bandaríkjunum sem að Ísland náttúrulega er ekki stórt á alþjóðasviðinu og leikvelli þjóðana en engu að síður eins og ég segi, þetta er mín afstaða, við þurfum að taka afgerandi afstöðu.
Á sama tíma erum við erum smáþjóð, sko, við erum smáríki, við eigum allt okkar undir því að alþjóðalög séu virt sem að ekki verið að gera núna. Það er verið að brjóta þau daglega mörgum sinnum á dag, sko, þannig að það er fullkomlega raunhæft að mínu mati og það er eina vitið, það er að slíta stjórnmálasamskiptum við Ísrael. Það er það eina í stöðunni, það er það eina sem við getum gert og við verðum að gera það. En varðandi það sem við erum að tala að það geti kallað yfir okkur refsiaðgerðir. Já, refsiaðgerðir. Bandaríkjunum svo Trump þær komin hvað sem er ekki verið að fjalla þessi tollamál daginn út og daginn inn á RÚV. Við erum svolítið verið að segja frá því þær koma og þær fara og maður er bara alruglaður yfir hvað er. Nei, ég sko, það þýðir ekkit að dansa alltaf undir einhverjum hugmyndum eða einhverjum ótta við hugsanlegar aðgerðir Bandaríkjanna eða einhverja annara ríkja. Það er líka óraunhæft, sko. Og það þýðir ekki lengur að allur heimurinn dansi þennan óttadans og okkur sé haldið á þessari óttamóttu einhverja hugsanlega refsiaðgerðir, sko. Sko, við erum náttúrulega hluti af NATO því miður, en sem NATO-ríki og með öðrum NATO-ríkjum til dæmis, þá erum við með ákveði vægi á alþjóðaplaninu, sko, og það þarf ekki nema eitt NATO-ríki að standa upp og fleira fylgja eftir og þá erum við komið með vægi á móti Bandaríkjunum og hugsanlegum refsingum sem að duga ansi langt. Þetta er kannski önnur umræðu hversu fullvalda Ísland er. Já. Það er nú í varðansamningnum að Bandaríkjaher getur sjálfur skilgreind ógnina og komið hingað ef hann telur ógnina að vera. Þannig að það er ekki okkar að kalla á hann. Nei, hann er alltaf hérna. Hann hefur hvergi. Hann getur skilgreind þetta sem ógn við öryggi sitt. Já. En það er eitt, sko, sem er að Ísrael er búið að njóta friðhelgi í alla þessa áratugi og þeir lærdómar sem að þjóðir... Hvað meinar með friðhelgi í því að... Já, þeir gera það sem þeim sýnist. Þeir svo kallaða alþjóðasamfélag, alþjóðastofnanir geta ekkert hamið á. Já, þeir gera það ekki. Þeir samþykja einhverja ályktanir og Sameinuðu þjóðirnar er búin að endalaust að samþykja einhvers konar viðurlög, ekki viðurlög heldur, athugasemdir getum við sagt, við það sem Ísrael er að gera hverju sinni þegar þeir eru að byggja múrin, þeir eru með landránsbyggðirnar og allt þetta. En það er bara heilu bókasöfnin af svona ályktunum sem já. Og þeir eru ennþá að berast og það er ennþá utanríkisráð þeirra nokkur ríkja að koma með einhverja yfirlýsingar en alltaf Ísraelar hlusta ekki á það, þeir vita svo lengi sem að Bandaríkin halda þessari vendarendi yfir þeim þá verður ekki komin einu höggi á þá sem skiptir máli en sko lærdómar heimsstyrjaldarinnar eru sem sagt Sameinuðu þjóðanna, stofnun Sameinuðu þjóðanna Alþjóðadómstóllinn, Alþjóðaglæpadómstóllinn. Þetta er semst eins og Þórdís Kolbrún og sjálfsagt Þorgerður Katrín er alltaf að segja, þetta er svo mikilvægt fyrir smáþjóðir. En við erum að horfa upp á að allt þetta er að hrynja og Ísrael er dálítið miðdebillinn í þessu máli vegna þess, eins og ég segi, þeir komast upp með hvað eina og það er engin viðurlög og það að engin þjóð skuli taka þessa afstöðu sem er þá siðferðisleg skylda þjóða sem hafa undirritað samningin gegn þjóðarmorði og fleiri sáttmála að stíga fram og enginn gerir það. Það er meira heldur siðferðisleg skylda, það er skylda samkvæmt alþjóðalögum. Ef þú grunum þjóðarmorð þá berður að gera allt sem í þínu valdi stendur til að stöðva. Ef þú eru vitna þjóðarmorði þetta er bara lagaleg skylda. Já, einmitt þessi sáttmáli frá 48 sko. En það er enginn sem framfylgir þessu. Og Ísland, þó að það sé lítið og þó að einhverja refsaðgerðir vofi yfir, að þá er þetta semst lagaleg og siðferðileg skylda stjórnvalda í allir í Vestur-Evrópu og víðar að taka ákveðna afstöðu til þess að refsa Ísrael. Alveg svo Rússum hefur verið refsa að þessi friðhelgi Ísraels kemur svo skýrt fram í þessum mun hvað er gert gagnvart Rússlandi sem er að gera náttúrulega það sama, þeir eru að taka land og þeir eru fólk og þeir eru árásaríki að þeim er kastað út úr Eurovision, íþróttum og öllu menningarstarfi. Ísrael siglir bara áfram og virðist, ég sé ekki að það sé uppsiglingu, það eru kannski svona vottur af viðbröðum sterkari viðbröðum eins og Haghópurinn
sem eru beinlínis að leggja til aðgerðir, ekki bara yfirlýsingar. Það er bara eitt Evrópuríki í þeim hópi, það er Tyrkland. En það væri mjög sterkt ef að íslenska ríkisstjórnin hreinlega gengi í þann hóp og tækist á hendur að framfylgja þessum ákvörðunum refsingar. Þú nefnir hérna Rússland, það var hérna, Putin fór til fundar við Trump í Alaska á föstudaginn og gekk þar á rauðum dregli og maður var við reiði hérna öldu það að það væri stríðsklappamaður tekinn og faðmaður og knúsaður og gott ekki Trump klappaði fyrir honum. En þessi viðbrögð kom ekki þegar Netanyahu hefur komið til Bandaríkjanna og þá knúsaður og kjassaður og hann hélt meðal annars fund í sameinuðum deildum þingsins og náði valla að flytja ræðu sína því þeir klöppuðu svo mikið fyrir honum. En maður heyrði ekki reiði ölduna þá. Af hverju er þessi munur á afstöðu? Við getum líka tekið íslensk stjórnvöld. Þau segja að það sé lykilatriði að Íslendingar standi með Úkrænumönnum í innrásar Rússa þar, vegna þess að það sé lykilatriði fyrir smá ríki að landamæri séu virt, en þau eru ekki virt í Palestínu. Og það sé lykilatriði fyrir smá ríki að alþjóða lög séu virt, en það er ekki gert í tilfelli Ísrael. Hver er ástæðan fyrir þessari gerólíku afstöðu íslenskra stjórnvalda gagnvart innrás Rússa inn í Úkraínu og innrás Ísrael inn í Palestínu? Já, alltaf íslensk stjórnvald verða að svara fyrir það sjálf. Hver heldur þú að sé sem borgari í þessu landi? Já, ég held að sé, við komum aftur að þessu sama, að samband Ísraels við umheiminn hefur verið rosalega mikið litað af raunverulega einhverjum grunni sem var lagður á tímu nýlendastefnunar þar sem að eru búin til einhverja klísjur þjóð án lands versus land án þjóðar og þar voru ekki klísjur fólk af bara æðri kynstofni. Já. Heldur það spil inn í þetta? Alveg hiklaust. Churchill sagði það. Já, og sem sagt samband Ísraels við Vesturlönd hefur verið rosalega litað raunverulega af bara, við getum sagt, arfleið nýlendastefnunar. Rasisma, alveg klárlega rasisma og líf palestínumanna er ekki jafn mikið virði eins og líf gyðinga og svo framvegis. Það passar eiginlega ekki við goðsöguna að þetta sé land gyðinga, því að þá er þetta eiginlega næstu því sama fólkið. Það er erfitt að flokka annað fólki sem brúnna heldur en hitt. En þetta náttúrulega hefur verið þrástef í gegnum all þjóðamál, sko, að það er einn aðili sem setur sig yfir aðra, hefur sig yfir aðra sem eitthvað æðra kyn, það er alveg sama hvort það voru þjóðverjar í seinni heimsstyrjöldinni, Ariadni miklu, með hérna miklu norrænu arfleifð. Þeir töldu sem ekki einu sinni þurfa að koma til Íslands eða eins og hrein hér eða hvort það voru í Rúanda, þjóðamorðin í Rúanda, Hútar og Hvað veldur ólíkri afstöðu íslenska stjórnvalda til Úkraínu og Palestínu? Til Úkraínu og Palestínu. Við náttúrulega samsvorum okkur meira við hvítt fólk bara sem kynstofn. Það er mikill rasismi á Íslandi og náttúrulega í heiminum öllum. Það er búið að ala á múslima áróðri og arabahatri í áratugi og sem að eskaleraðist náttúrulega þarna eftir árásina á tvíburaturnana. Þetta er alveg jafn inngróið og meitlað í íslenskt samfélag og íslenskt stjórnvöld eins og annars staðar í hinum vestræna heimi. Það er það. Ég held hins vegar að stóra ástæðan fyrir þessu mun eru beinharðir peningahagsmunir. Ég held það sko. Ég held að það sé peningar stjórna heiminum, við vitum það. Engin annar iðnaður er eins borga sig jafnvel eins og að framlega vopn og nota vopn til að búa til fleiri vopn til þess að myrða fleira fólk. Kannski að búa til fíkniefni? Nei, í fyrsta sæti eru vopn. Í öðru sæti er cosmetic industry sem að það er svona ykkur til upplýsinga, það er það líka mjög ábóta samt að fara út í make-upið en og líta aðgerður og svo lista fellur allt undir það, en númer 1 á listanum eru vopn. Það getur líka, það er ekki langt síðan að kaldastríðinu lauk
Þannig að við getum sagt að rússagrílan, hún kannski meira lifandi en maður kannski ímyndaði sér. Ég held að það sé partur af því hvað það eru snögg viðbrögð gagnvart Rússlandi. Svo það náttúrulega... Það myndur ekki kjósa sömu viðbrögð gagnvart Palestínu? Eða myndur þú vilja fá veikari viðbrögð gagnvart innrás Rússa? Ég vil bara öll stríð, öll brot á mannréttindum, þau mæti sömu fordæmingu og sömu aðgerðum. Þess vegna þetta svo mikilvægt að einhverjar þjóðir og þá helst einhverjar af Evrópuþjóðunum stigi fram með refsiaðgerðir. Af því að Ísraelar, 92% Ísraelar styðja hreinsunum á Gaza, þjóðernishreinsanir og 50 og eitthvað prósent líta við vilja Vesturbakkinn verið tæmdur. Þannig að Ísrael þetta er aldrei ónýtt þjóð. Þeir eru bara komnir yfir rauðastrikið og þess vegna þetta að þegar þeir finna það, segjum bara í buddunni, að þessi stefna sem þeir aðhyllast og þeir eru aldrei upp við hana frá barnæsku, að hún gengur ekki lengur. Af því að ef þú til dæmis kýst burt Netanyahu, hvað farið í staðinn? Bennett, sem hrósa sér að því hafa drepið Palestínumenn, eða Gantz, eða hvað hann heitir einn af þessum fuglum. Þetta allt síónistar. Og þeir hafa allir sömu afstöðu til Palestínumanna. Það skiptir engum máli þótt þessi skiptu stjórnvöldi í Ísrael. Þess vegna þýðir ekkert að vera... Og við getum líka rækja okkur aftur og bak frá Netanyahu. Þá finnum við stjórnvöldi í Ísrael sem allt eru síónistar. Alveg, bara gegn sósa. Hugmyndin góðu stjórnmálaflokka eða öfl í Ísrael sem gætu haldið Ísrael einhvern veginn siðlegu. Það kannski góð sögn. Þetta ef þú skoðar bara forsætisráðherra Ísraels bara aftur til Ben Gurion. Þetta allt sem hryðjuverkamenn. Ben Gurion leiddi Haganah og höfundur raunverulega Nabka. Þess að reka Palestínumenn í burtu. Svo þetta með Begin, með Sharon. Þetta eru tómir glæpónar. Og Ísraelsríki að veruleiti byggt í kringum þar sem þeir kalla Israel Defense Force eða IDF. Sem í raun bara mótanis eru hryðjuverkasamtök. Þeir byrjuðu sem hryðjuverkasamtök. Upp úr Irgun og Haganah var ísraelski herinn stofnaður og helstu leiðtogar Ísraels alveg hreint frá 1948 hafa allir komið úr þessum röðum. Þannig að þetta svona military eða hernaðar hyggja og síðan ertu með heila þvott alveg frá barsaldri á það sem að börnum þér haldið hon í börn að þetta sé heilagur réttu þeirra til þessa landsvæðis og Arabar hafi ekki þarna að gera, þeir eru enga rætur þarna og það sé bara allt í lagi að reka þá í burtu. Þetta hryðjuverkaríki bara frá grunni, frá byrjun. Og ég alveg saman því sem að Hjálmtýr segir að þetta bara ónýtt ríki. Svona ríki á enga framtíð og ég held að ef það er einhver ljóspunktur í því sem að gerast núna, þá það að ég held að það sé afhjúpast fyrir stórun hluta íbúa heimsins. Hverslags óþverra fyrirbæri þetta ríki Og ég held að í þessu sé sem þetta raunverulega upp byrjunin á falli Ísraelsríkis. Ég held að ríki eigi sér enga framtíð. Svo það spurning hvort það tekur 10 ár eða 20 ár eða 50 ár. Ég hef enga trú að því að þetta ríki eigi sér nokkra framtíð. Þetta svona svipað eins og ef að Hitler Þýskaland með SS og allir leiðtogar Þýskalands hefði allir komið röðum SS. Þetta bara... Já, það eru ákveðið vatnaskil. Við sjáum allstaðar. Það sem eru alveg 20.000 að mótmæla og ungt fólk fer út á göturnar. Alveg svo gerðist í Víetnamstríðinu, kannski ekki alveg í sama mæli, en í Bandaríkjunum þá endanum risu upp sterkar mótmælahreyfingar gegn Víetnamstríðinu. Og það meðal ungs fólks í Bandaríkjunum þá vaxandi meðvitund að þetta sem þeim hefur verið kennt að Ísrael sé og þess vegna eigi skattfé Bandaríkjanna að fara þarna í stórum stíl að það afhjúpast að þetta ekki sem sagt rétt saga og ekki hagsmunir Bandaríkjamanna. En eins og Óli segir, það geta verið mörg ár þangað til að þessi hreyfing og viðbröðin frá segjum bara stjórnvöldum ýmissa landa
verði það sterk að það fara að skipta máli, en maður vonar að sá tími sé að rísa. Ég held að sé líka sko, Hjálmtýr nefndi þetta með að sé mikilvægt að eitthvað Evrópuríki stígi fram. Sko þetta gerist líka á tíma Víetnamstríðsins. Það eru ákveðum sko My Lai, hérna fjöldamorðin, að þau vöktu fólk til vitundar og sérstaklega unga fólkið í Bandaríkjunum og miklu víðar. Það sami að gerast í dag. Það sem síðan skipti rosalegu máli, það var það að Evrópa átti einn alveg óbáslega hugrakkan stjórnmálamann sem var Ólafur Palmi, sem að þegar Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Hanoi, þá stígur hann fram og hann segir djöfulsins morðingjar forseta Bandaríkjanna, satans mördari, og það var náttúrulega allt vitlaust, en þetta breytti algjörlega myndinni. Og Víetnamstríðinu lauk 3 árum seinna. Það tók 3 ár. Þannig að ég held að við stöndum ákveðnum vatnarskjölum, fólk að vaknandi meðvindar, glæpir Ísraelsríkis, það er ekki hægt að fela þá lengur og verður erfiðar eftir því sem þessi stríði vindur fram. Það sem næst mun gerast, og hvort það gerist fljótlega eða eftir einhver ár, ég veit ég ekki, þá munu hugrakki stjórnmálamenn á Vesturlöndum stíga fram og segja okkur nóboði. Ég er alveg sannfærður það. Já, það eru til. Hérna, aðeins varandi afstöðu íslenska stjórnvalda, gagnvart þessum 2 málum. Nú leggið þið áherslu á að þjóðarmorðið á Gaza og ástandi í Palestínu sé þannig að allir verði að taka afstöðu, og þar lendir afstöðuleysi íslenska stjórnvalda eða veik afstaða þeirra. Á sama tíma þau beita sér af mikilli ákefð hérna í Úkraínu. Það var nú sagt fyrirverandi utanríkisráðherra að hún hafi verið herskáust allra utanríkisráðherra í Evrópu á stundum tíma. Íslendingar hafa verið mjög framarlega, kallað heimsendiherra í Moskvu og gengið framarlega og verið með fundi hér hérna ráðagerðir einhvers konar stríðskaðabætur sem Rússar ættu að hérna greiða og fleira. Afstöðuleysi stjórnvalda gagnvart Palestínu, gerir það ekki hérna afstöðu þeirra til Úkraínu eiginlega innistæðulausa? Er hægt að vera með afstöðu þar sem er verið að tala gildi og hérna alþjóðalög og landamæri? Ef að þú virðir ekki hérna megin, þá raunverulega málið hlýtur að snúast bara eitthvað allt annað en þú segir. Því það verður að vera samfella í málflutningi stjórnvalda, býst ég við. Já. Þetta náttúrulega hræsni, það er eitt orð. Ég held að hérna okkar stjórnvöld, þessar ágætu konur séu algjörlega bara búin að sanna ein ótrúverðugleika, nákvæmlega eins og til dæmis bara með þessum samanburði. Og allt þeirra tal þjóðamorð á Gaza er blaður. Þetta er bara blaður. Það fylgja... Nei, það er náttúrulega, það er tala ekki eins og þjóðamál, Mannúðarkrísa. Nei, og hérna hópmorð. Það er lagalega kollekt. Það er lagalega korrekt, segja það. Orðið yfir þjóðamorð sem áður hér. En svo er líka bara allt í lagi að tala íslensku, sko, eins og fólk gerir nú líka í íslensku stjórnmálum og láta aðgerðir fylgja hérna öllu þessu tali. Þær hafa ekki gert nokkuð skapaðan hlut fyrir Palestínu og meðan þær eru óðar uppvæðar til þess að gera allt mögulegt fyrir Úkraínu og halda áfram að hunsa Rússa á allan mögulegan hátt. Og við erum nú búin að eiga sko langa sögu með Rússum. Við áttum í viðskiptasambandi, menningasambandi og það er ýmislegt dýrmætt sem var bara látið fjúka, eðlilega. En á sama tíma eigum við líka sögu með Palestínu og það er ekki gert nokkuð skapaður hlutur. Það er eitt líka mjög slæmt sem að Þorgerður Katrín gerði daginn og skrifaði. Hún leggur að jöfnu, hún rauninni er að segja að Palestínumenn eigi jafna sök. Hún segir... Það kallaði yfir sig þjóðamorð. Já, af því að síðan segir hún sko sjaldan hvernig sem heldur einn er 2 deila. Sjaldan heldur einn og 2 deila. Það á sama við börnin sem að Ísraels herrar að myrða. Að þau hafa kallað yfir sig sök, kallað yfir sig þessu örlög. Greinilega. Það er náttúrulega mjög útbreitt skoðun meðal Ísraela að allir Palestínumenn
séu það sem rétt ræpir vegna þess að þeir eru í rauninni Hamas, þó þessi ekki kannski... Þorgerður svolítið að taka undir þetta sjónarmið. Hún algjörlega gerði það hann í blaðagreini eða viðtali, það var viðtali í Morgunblaðinu og hún segir líka þar að framtíðin sé þannig að Hamas fái ekki að koma neinstaðar nærri. En samt eru nýjustu skoðanakannanir sem segja að 59% palestínumanna, bæði Vesturbakka og Gaza, þeir vilja ekki að Hamas verði afvopnað einu sinni. Þeir vilja ekki að Hamas fari hverf úr sögunni og þá þessir vestrænu, þetta er ályktun þessir sem að 7 utanríkisráðherrar settu fram frá Spáni og víðar, að þeir eru bara að segja að vilji palestínumanna gildi alls ekki. Og það er alveg sama að gerist 1947 þegar að Palestínu er skipt. Vilji þeirra var alltaf hundsaður. Og samstofna því sem að Netanyahu segir að hann ætla að halda Gaza og láta það síðan af hendi til stjórnvalda sem hann sætti sig við. Þetta er það samstofna þeirri hugmynd. Ég held að það væri bara, það er komin tími til og það er bráðnauðsynlegt og það þarf eiginlega bara að fara að ganga í það mál að upplýsa Þorgerði Katrínu sögu Palestínu, hvað er raunverulega í gangi vegna þess að hún virðist ekki hafa hundsvitað. Þú getur farið bara og googla þetta ef þú vilt. Já, ef þú vilt en hún virðist ekki hafa vitað því og hún virðist því miður ekki hafa aðstofamenn hjá sér í ráðuneytinu heldur til þess að upplýsa sig stöðu mála og bendina á hvað hægt er að gera. Og að segja svona eins og þetta sjaldan veldur 1 og 2 deila þá örugglega vel við á hennar heimili í Hafnarfirði en þetta á ekki við í stærra samhengi og alls ekki í Palestínu og stríði eða þjóðamorðin á Gaza en það sem að hún gerir líka hún sveiflar náttúrulega pennum og kóktelglösum og stæri sig af því að við höfum íslenska þjóðin hafi stutt sjálfstæði Palestínu. Hún satt hjá sjálf í þeirri kosningu, hún lét ekkert í sér heyra og hún vann virt í áratugi með sínum flokki gegn því að Palestína fengi sjálfstæði. Þannig að það er eins og hennar framganga í dag eftir hún verður utanríkisráðherra og allt í einu komin í einhverja miðjustjórn, ég meina Viðreisn er náttúrulega ekkert miðjuflokkur en hún er samt í miðjustjórn einhverji, er það ekki? Að þá er hennar gamla sjálfstæðis óupplýsta stjórnmálakona að verki í utanríkis. Það á enda við held ég alla flokka. Ég orðaði þannig að allir flokkar útvista utanríkisstefnu sinni til Valhallar sem að útvista sinni utanríkisstefnu til Pentagon. Já, þannig að ég held að sé að það er enginn á þingi sem er eitthvað með sjálfstæðu utanríkisstefnu. Nei, alls ekki. Ég er alveg saman. Ekki í Evrópumálum eða ekki í svona öryggismálum, ég kannast ekki við það. Þær hafa staðið sig ágætlega í alls konar málum eins og með veiðgjaldið og allt það. En eitt sem er ólíkt að því við erum að bera saman að það er sagt öðruvísi landamæri, alþjóðalög og fleira kostum af Úkraína eða Palestína. En það er eitt sem er áberandi í orðræðu stjórnvalda sem er okkar gildi. Og það er talað það að við erum að verja okkar gildi með stuðningi við Úkraínu. Því annars myndi okkar gildi falla þá fyrir barburum eða eitthvað slúið, það er svona líklega hugmyndi sem er þarna. En þetta er aldrei sagt um Palestínu og líklega, og ég býst við að þegar þið voru að tala það 75 og annað slíkt að taka upp málstað Palestínumanna, að þá var það bara fjarri hugmyndum á Íslandi að því að Ísrael væri okkar gildi og Palestínumenn eiginlega gegn okkar gildum. Þarna voru hryðjuverk byrjuð, Ólympíuleikarnir 74 eða ekki? 72 fyrir ekki. Þannig að það var það að taka afstöðu með Palestínumönnum var að taka afstöðu með hryðjuverkum. Það er líka ekki að heyra núna að eru það styðja Hamas. En þarna voru líka ísraelsk hryðjuverk byrjuð og fyrir allra augum og heimsins alls en ég held að hafi líka bara sýnt sig að þessi gildi sem þú ert að vísi núna og mannréttindi eins og við allir eru búin að koma inn og þetta á bara við og er bara skrifa fyrir fáina útvalda þetta það er enginn að hugsa fyrir stærra samfélag heldur bara þetta hvíta
flytja efristéttina. Ursula von der Leyen, hún á 75 ára afmæli Ísraels, þá hélt hún mjög hjartnæma ræðu, þar sem hún talar þessi sameiginlegu gildi, lýðræðið og að okkar frelsi ykkar frelsi. Það voru svoleiðis yfirlýsingar sko, að Ísrael væri algjörlega hreint ríki sem hefði hinn aðstöðu gildi og framfylgdi þeim. Og þetta þjóð sem búin að hernema, hersitja og myrða aðra þjóð áratugum saman. Og samt kemur þessi manneskja og segir þetta hábjartan dag. Þess vegna kemur þessi manneskja og segir þetta hábjartan dag. Þetta náttúrulega bara fasista arfleiðin sem að hún er hluti af. Já, og þetta náttúrulega því Ísrael náttúrulega nýlendur ríki. Þetta eru nýlendur ríkin sem eru sterkustu stuðningsaðilar, heimsveldin. Bretar eru með stærstu sökin ef við viljið skoða þetta aftur og bak þegar þeir á sínum tíma setja fram þessa frægu Balfour yfirlýsingu og segja að þarna verði þjóðarheimili gyðinga og það kemur fram í umræðum ríkisstjórnar Bretlands þá að þeir eru upp til hópa rasistar en nema það einn maður í stjórninni sem að gyðingættum og hann sér hvað þetta brjálæðislega bilað að ætla að senda einhvers konar skilabóð þarna inn í þennan heimstötu að þarna í heima eitthvað fólk sem að átti þarna heima sem að er náttúrulega tómillis, þetta eru Evrópugyðingar sem að koma þarna og skiptum nafn og til þess að vera meiri svona tilheyra en þeir hafa aldrei tilheyrt austrinu, þeir eru beinlínis partnir þarna í sama tilgangi og nýlendu veldi áður eins og bara bandarækjumenn útrýndu Indjónunum og þessi saga er alltaf endurtekin en þarna er hún bara á fullu í dag og það er eitt með örlög Palestínumanna, það segir okkur það hverjir stjórna heiminum að það er eins og þú kemur inn á með hergagnina og auðvaldið sem að rauninni stýrir því sem að er að gerast hvað sem að stjórnmálamenn geta labbað á rauðum dreglum og tekist í hendur og sagt talað gildi, þá eru örlög Palestínumanna bara dæmi það að það eru öfl sem stjórna sem að byggja á rauninni gömlu nýlendu hyggjunni, rasismannum og sem sagt hundsa allt sem heitir í rauninni mannréttindi nema bara á titildögum og gagnvart okkur. En gagnvart Palestínumönnum þá gildir ekkert af því sem búið er að tala í öllum skálaræðunum. Þetta getur verið ræða afstöðu íslenska stjórnvalda. Já. En það sem að þeir eru það segja strákar, sko, mér finnst og ég vona það séu að verða vatnaskil í þessum málum, þó að þau séu orðin mjög dýrkeypt, þessi vatnaskil. En þá eru það að segja líka, ég meina, Ísrael er bara hluti af heimsvaldastefnu Evrópu í rauninni, gamla heimsvalda álfan. Afsprengið, akkurat, sem að það voru Evrópubúa sem að myrtu alla Indíánana og lögðu undir sig Norður-Ameríku og Suður-Ameríku. Og það eru Evrópumenn sem hafa verið í Afríku og Asíu út allan heim og það eru Evrópumenn ennþá. Helsta innflytjenda vandamál heimsins er innflutningur Evrópumanna til annarra heimsálfa. Akkurat, það er vandamálið, þannig að þessum vatnaskilum fylgja því þá, vonandi endalok Ísraelsríkis, ég ætla bara að segja það, ég vona það, persónulega, í sinni núverandi mynd og megið er bara liðin til lok sem fyrst. En hvað með Evrópu, gömlu Evrópu? Þarf ekki eitthvað að taka til, hafa vatnaskilin ekki eitthvað í förmið sér fyrir Evrópu? Það má ég þá aðeins grípa það því að Ólafur nefndi það aðeins, þarna líkindi við Víetnamstríð og við höfum stundum sagt það hérna við þetta rauðaborð að það Gaza sé að verða svona vakning meðal ungs fólks, kannski fyrst og fremst, en í okkar heimsluta svipað og Víetnamstríði var og sem að grefur undan svona lögmæti stjórnvalda sem að taka ákvarðanir sem að stríða gegn siðferðisvitund meginþorrans og það opnast svona tækifæri til einhver endurnýjunar. En ég veit ekki hver vonir ykkar voru þarna 75 hérna í KSML en ég verð að hryggja ykkur með því að þessi vakning sem að var til í kringu Víetnamstríðið að það voru önnur öfl sem að voru sterkari, annars væri við alltaf í þessari stöðu í dag.
sem góðu punktur sko og hérna að því að stúdenta óerðirna náttúrulega byrjuði í Þýskaland og Fraklandi og hérna kölluðust svo á yfir hafið og gerðu heilmikið, þetta var náttúrulega bara tekið og keppt í fæðingu. Síðan þá hefur einstaklingsvæðingin sko 1000-faldast og hérna nýfrjálshyggjan grafið undan allri samstöðu, það er búið að grafa undan allri samstöðu meðal fólks, þetta er náttúrulega besta leiðin til þess að smala hjörðinni bara okkur að þanga sem peningaöflin vilja og sko upp í háskóla því ég vinn nú þar að þá sko ég sé ekki stúdent að vera að gera neitt annað heldur en bara að vera í símanum sínum og kaupa sér eitthvað dót á netinu. Þeir eru ekki fjölmennir í mótmælum fyrir Palestínu. Nei, það á ekki að búa til aðra svona kynslu eins og þessa drengi hér, þannig að við hafum nógan tíma með þeir í háskólanámi. Það verður að drekja stúdentunum í vinnu svo þau farið nú ekki að mótmæla ykkur. En sko ég held að Víetnamstríðið var eitt og svo vakning sem var en það gerist líka fullt af öðrum mjög ákveða hlutum. Skulum ekki gleyma því til dæmis að 2 ríki sem byggðu á nákvæmlega sama grunn og Ísrael, og það var Ródesi og Suður-Afríka, að nýlendu stefnan, hún fjall þar og það gerist eftir að Víetnamstríðinu lýkur og það er ótrúlega líki. Ég spyrja því tekstu þetta, af því að við vorum að tala um Víetnamstríðið og mótmæli hippana og Ronald Reagan var ríkisstjóri í Kaliforníu og sigaði þjóðarleiðinu og hippana, svipað og Trump að gera núna og síðan var hann kosið forseti. En hann var ekki, hans bylting eða hans breyting var ekki komið svo langt að hann neyddist til þess, 85 held ég, að hafna apartheid í Suður-Afríku. En finnst það einhvern veginn ólíklegt að Donald Trump sé í þannig stöðu og hann sé svo veikur kakvart almenningsálitinu að hann yrði að hafna Ísrael? Nei, ég er ekkit, enda er ég ekkit, sem ég segi, ég held að þessi ákala litla líkur að þetta breytist eitthvað á valdatíma Donalds Trump. En Bandaríkin eru náttúrulega á margan hátt fallandi heimsveldi. Þeir Donald Trump og aukinn svona fasismi í Bandaríkjunum sýnir ekki styrk Bandaríkjana, sýnir veikleika Bandaríkjana, sýnir raun og vaxandi óreiðu og upplausn. Og leið og Bandaríkin veikjast, það eru önnur ríki sem sækja fram, BRICS-ríkin, sérstaklega Kína náttúrulega, Indland, og þá molnar undan Ísrael. Ísrael stendur ekki í 2 mínútur án stuðnings Bandaríkjana. Það er bara mjög einfalt mál. Og ég held að sko, við lifum á viðsjárverðum tímum, alveg tvímælalaust. En ég allavega vil líta svo á að veiking Bandaríkjana á heimsmælikvarða, hún vinnur með raunverulega kúfum þjóðum allan heim. Það er svona mín afstaða. Ég er alveg sammála þessu. Mér finnst þetta líka bara mjög falleg hugsun. Í eðli sínu. En ég ætla að halda áfram með þetta vegna þess að við við rauðaborðið erum að segja fréttir og við tilgreinum að Belgíu kongur segi eitthvað svona gagnrýn Ísrael og einhver Evrópuþingmaður og danskur sem andmælir einhvern veginn afstöðu stjórnvalda þann sem vil ekki viðurkenna Palestínu og erum að svona segja að mörg sandkorn og hvert að eitt af þessu er allt saman of lítið of seint að þá getur þetta hugsanlega snúið svo meðal annars í þessari hugmyndum Víetnamstríðið. En kannski er það vegna þess að sá sem er í miklu vanda verður vongóður og sér einhver merki þess að eitthvað geti snúist af smáum atriðum. Því að við getum tekið dæmi svona aukna vakningu og það er, fólk getur tjáð sig til stuðnings Palestínu eða gegn Ísrael frjálsara núna held ég í svona okkar heimsluta heldur var. Ég við Bretland til dæmis, ég átta mig ekki alveg á í Bandaríkjunum. En samt er ekki að sjá neitt bilbug á ísraelska hernum eða ríkisstjórn Netanyahu þvert á móti. Þeir kynna raunverulega núna beint ofan í þessa vakningu Vesturlöndum grófari aðgerði gegn Palestínumönnum heldur en að þeir hefðu gert fyrir 3 árum eða 13 árum eða 23 árum. Já Gunnar Smári, þú skalt athuga það að
að sko, hlutinir hafa bara sinn gang. Og ef við tökum til dæmis helför nasistana gegn gyðingum, að þá var svona ákveðin taktur í henni. Fyrst átt að hrekja það í burtu, það átt að gera eigur þeirra upptækar og svo framvegis. Allt eftir þessum tímanum vinnu fram að þá sjá þeir það. Nota sér vinnuafl. Já. Og svo að drepa þá. Málið er það allt í henni grípur þá ákveðin óþreyja. Þetta gengur á hægt, við verðum að losna við þá og þá hefst helförin. Og í helförinni felst í raun undirgangur nasismas. Ísrael er bara nákvæmlega sama stað. Að þessi gömlu síónistar, þeir höfðu þessa hugmynd að flæma palestínumenn í burtu með því að gera þá annars og þriðjaflokks borgurum, með því að takmarka möguleika þeirra til þess að eiga líf, takmarka möguleika þeirra til ræktarlands og svo framvegis, það átti sannst að hægt og rólega að flytja á því. Gera þeim óbærilegt að vera þarna. Akkurat, og þetta hefur ekki gengið eftir, einfallega vegna þess að palestínumenn alveg ótrúlega þrautsegir og þeir eiga langa sögu, þeir eiga langa menningu. Það sem við erum að sjá núna er óþreyja og örvænting hjá síónistunum. Þannig að tíminn er að fljúga frá þeim og ég er alveg samfærður það að þetta er byrjunin á undirgang Ísraels. Því þeir mun ekki takast þetta og ef þeir halda áfram með þetta að það flýtir bara fyrir degi reikningsskilanum. Við skulum ekki gleyma því að við eftir að fá til þess úrskurð frá Alþjóðadómstólnum varðandi hvort að sé að ræða þjóðamorð og þegar sá úrskurði kemur þá standa þjóðir heimsins allar þeir sem að skrifa undir þessa samninga þeir standa fram yfir því hvað gerum við núna og þeir vita það að þessi úrskurður hann er bindandi fyrir þá sem hafa skrifuð undir hann og þeir verða að grípa til aðgerða og þetta verður mikil ögurstund þetta er ögurstund fyrir bara hreinlega öll smáríki, þetta er ögurstund fyrir okkur á Vesturlöndum og ég vil trúa því, ég vil vera bjartsýnn, ég vil trúa því að þarna verði í raun ákveðin viðsnúningur í heiminum. Ég er bjartsýnn á það. Ísrael er líka að veikjast þannig að þeir eru núna með herinn, herfóringjar, þeir eru að sjá að þetta er ákvæmlega erfitt fyrir herinn að standa í þessu stríði, bæði vegna þess að kostar það hermenn. Það eru þúsundir ísraelskra hermanna núna bara í meðferð vegna að þeir hafa orðið fyrir bara, hvað heitir það, áfallastyrjandi röskun og það eru einhverjir þúsundir sem eru særðir og hafa fallið og þeir eru farnir núna að kalla eftir gyðingum annar staða frá, ungum gyðingum í Bandaríkjum reyna að flikka upp á herinn og þetta er búið að vera þeim mjög dýrt en svo lengi sem Bandaríkjum standa svona stíft við baki á þeim þá geta þær haldið sínu striki en ég held að við erum að tala um vatnaskilin felast í því núna að eins og við segjum að heimurinn sér hvað þetta er að þetta er útrýmingarherferð, þetta er helför og að Þýskaland skuli í þriðja skipti vera aðstandandi helfarar. Þegar að þessi úrskurður Alþjóðadómstólsins getur ekki farið nema einn veg vegna þess að það lá í því sem þeir sögðu mögulegt þjóðarmorð. Ísrael má ekki gera þetta, þeir hafa gert það allt og miklu meira. Þannig að úrskurðurinn ef hann verður eitthvað öðruvísi þá hefur eitthvað baktjaldamark átt sér stað. Bandaríkjamenn reyna nú hóta dómurunum persónulega. Þeir eru ekki svona aðilar að glæpadómstólnum. Að þá verða, eins og Óli er að segja, stjórnvöld Vesturlanda sem hafa stutt Ísrael gegnum þykkt og þund. Öll blöðin, allir fjölmiðlarnir sem hafa, eins og BBC og fleiri sem hafa skrifað á þann veg að málstæður Palestínumann hefur alltaf verið mistúlkaður eins og RÚV þó að RÚV hafi nú mörguleiti staðið sér betur en önnur. Það er svona, má merkja það svona hluta af þessari breytingu sem er á Vesturlöndum að RÚV er að leita einhverju leið út úr sinni túlkun. Svona síðustu 2,5 mánuði finnst mér eins og þeir séu að reyna og það er líka að hætta þessu með einhæfa áróðri sem voru í. Já, og það er líka talað að ýmsir stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn séu að reyna svona að fóta sig í mögulega algjörlega breyttu landslægi þar sem þeir eru beinlínis meðsekir í
þjóðarmorði, af því það er þannig að sáttmálinn er þannig, eins og við vorum að tala um áðan, þér ber skylda að gera eitthvað gegn þjóðarmorði eða þjóðarmorði í uppsiglingu. Ef þú hefur ekkert gert, búin að undirrita þennan sáttmála, þá ertu í rauninni orðin sekur að hlutdeild í þjóðarmorði. Já, bara sama og við drukknun undan strönd að það þú hefur ekki rétt á að liggja á ströndinni. Nei, þú átt að bjarga. Já. Heyrðu, eitt má ég aðeins sambandi við Palestínu. Ég var nú að reyna að koma að því að hvort að þið væri sökuð að vera stuðningsmenn hryðjuverka. Ég hef verið að svona sérstökum ástæðum hef ég verið að lesa svona ljós eftir Palestínumenn. Og það er eitt sem er svolítið sláandi þegar maður er að lesa það að það er mjög rík tilfinning og hefur líka komið fram í samtölum sem ég á reglulega við Palestínumenn. Já. Rík tilfinning að næstu því eins og að sé þeir sem falin svo staða að með líku að segja að deyja fyrir okkur. Að þetta sé staða þar sem að þeir eru að berjast við ógnarvaldið en ekki bara til þess að bjarga sjálfum sér. Heldur hafi þeirra baráttu merkingu langt út fyrir Palestínu. Já. Þetta er mjög svona rík hugmynd sem að virðist verðar að þetta sé sammannleg staða á sama tíma og þetta er náttúrulega sérstök staða sem að þeir eru í. Þannig að það er, og kannski er þetta afsprengja því hvað eru margir víða að sem eru til í að leggja þeirri baráttu lið. Þannig virðist bara einhvern hátt vera svona opin. Þetta sé barátta sem að býður fólk velkomið að taka þátt í, en þess að hún hefur djúpa samanlega merkingu. Já. Það ógnir sem er standa í. Er ég að áttúlka eitthvað sem að hríslast einhverja hryggð en jafnframt von sem að hríslast palestíska þjóðarsál? Já, ég held að viðbrögðin þau sýna það að málstaður þeirra að hann er að verða miklu sterkari. Þeir voru ekki til fyrir nokkrum áratugum, ekki íslenskri vitund, en núna er þetta einmitt eins og að sjá þessa baráttu og þessa meðferð að það sem við erum að tala að þjóðríki fylgi sáttmálum, að þetta er þetta kemur til með að segja mjög skýrt þeir sem ekki gera það og þeir sem alla vilja mannréttindi og frelsi, þó við tala það en meina ekkert með því, en að barátta Palestínumanna hún kristallar þessi átök og hvernig sem að nútíma eða skamtíma útkoman þá held ég að þetta hafi langtíma áhrif og geti orðið hluti af breyttri heimsmynd. Og það að Palestínumenn gefist ekki upp, þeir haldi áfram að berjast fyrir tilvísinni, þó svo að þeir séu myrtir og sviptir öllum réttindum, raktir á meðan að þeir beygja sig ekki undir valdið og séu það bara með tilvist sinni, með því að draga lífsandan, með því að eins og Víetnamar sýndu að þeir gáttu sigra stórveldi, herveldi. Þeir náttúrulega hafðu miklu betri aðstöðu og betri vopn og meiri stuðning annar staðar frá, sem Palestínumenn hafa ekki. Þeir eru nánast vopnlausir, getur maður sagt, þó þeir hafi einhver vopn og meðal annars heimatilbúin vopn sem hafa reyndar dugað þeim vel. En þeir eru rauninni svona kyndilberar, mögulegir. Til þess að sýna fram á að þetta ástand sem búið að vera alla hana tíma af Ísrael í krafti sinnar stöðu og sinna sambanda og mikilvægi Ísraels fyrir hergagniðnaðinn og þessi vestrænu stjórnvöld sem að segjum að aðhyllist lýðræði en eru til í að ljúga þarna upp á eitt ríki að það sé lýðræðisríki, það taka það með í klúbbin, að ég hef trú á því að þessi fyrirmynd hún hafi áhrif, hún seitlar út. Við höfum
þarna. Og þessi trúum að því nær sem að Ísrael í því að útrýma palestínumönnum, því nær eru palestínumenn sigrinum. Þetta svo sérstakt þegar maður að reyna að setja sig inn í þennan hugarheim, hvernig þessi þjóð getur barist í þetta ofbeldi. Já, þeir náttúrulega, Ísraelsmenn mun aldrei geta útrýmt palestínumönnum. Það er 17 miljón palestínumenn, af þeim eru 7 miljón innan seilingar frá Ísrael. Já, palestínumenn eru fjölmennar heldur en Ísraelsbúar. Innan Ísraels ráðasvæðisins, það sem herinn ræði. Já, og það eru palestínumenn í Jórdaníu, það eru palestínumenn í Líbanon, í Sádi-Arabíu, öllum Arabaheiminum. Þá eru palestínumenn og palestínumenn þetta er mjög vel menntuð þjóður og alltaf lagt áherslu á það. Þetta er líka þjóð sem að trúabrögð hafa lifað saman í sátt og samlyndi, að fjöldi kristina palestínumanna, þetta er ekki alls saman íslam og svo framvegis. Og Ísrael mun ekki geta útrýmt hvorki palestínumönnum eða palestínsku þjóðarsálunni. Það er bara, ef þeir halda það, þá eru þeir bara í nákvæmlega sömu veruleika fyrir eins og Heinrich Himmler, sko. Sem þeir eru. Já, sem þeir eru, það er alveg rétt. En heimurinn verður að vakna til vitundar það að þetta eru glæpamenn, þetta eru síónistar sem er alveg eins og bara nasismin, útrýmingarstefna, rasísk stefna, yfirráðastefna og með stuðning sterkasta herveldis í dag, Bandaríkjanna, og þá þrífst þetta með þessum hætti, en ég held að málni innanfrá, eins og Bandaríkin, þú talar Bandaríkin, Óli. Já. Og það er náttúrulega líka þetta með að það er ennþá þannig að stjórnumveldi eins og Þorgerður Katrín og stjórnumveldi á Ísland og víðar á Vesturlandi, það er alltaf talað Hamas sem einhver hryðjuverkasamtök. En Hamas er náttúrulega pólitísk hreyfing og Hamas, vopnuð grein Hamas eða vopnaða greinir palestínumanna hafa fullan rétt til þess að veita vopnaða aðspyrnu, samkvæmt alþjóðlegum. Þeir hafa sama rétt til þess að franska aðspyrnurhreyfingin í stríðinu eða norska aðspyrnurhreyfingin. En íslensk stjórnvöld sögðu eftir 7. október að Ísrael hefði bæði rétt og bæri skyldu til þess að verja sig, en þeir hafa aldrei orðað það með sama hætti palestínumenn. Að þeir hafi rétt og bæri skylda á því að verja sig. Nei, það er alveg rétt. En ég held að þetta viðhorf ég líka eftir að breytast. Og til dæmis hún sem er hvað heitur hún, Albanesi sem er Franziska Albanesi, hún tók þetta upp bara núna að gæra það fyrradag, að menn skildu átta sig á því að Hamas væri ekki hryðjuverkasamtök, Hamas væri pólitísk hreyfing og þannig að þetta er að koma líka inn í umræðuna og það er ákveðin breyting sem að mér finnst bara að vera mjög jákvæð. Það er alls konar breyting, en talandi því nú setjum við hvíta forréttindafólkið og tölum þessi átök og tökum alls konar samanburði með alls konar hliðaskröfum í sögunni og spáum í framtíðina, þá þetta sem þú varst að tala sem þú hefur túlkað í gegnum ljóð, varst ekki að segja það? Þessi segla og þessi styrkur í þessu fólki sem ég hef kynnst á Gaza síðan að þjóðamorðið hófst er ótrúlegur og það er ekki takt, þú finnur ekki svo glatt sambærilega seglu eða styrk í samtímanum og jafnvel ekki í fortíðinni, þetta er mjög einstakt og þetta er líka svo splæsist svo inn í trú þeirra á örlögin og trúna á Guð, náttúrulega, Íslam, að þetta sé allt saman skráði í skýin og stjörnurnar og enginn getur flúið örlög sín. En líka að það er ekkert hægt að aðskilja Palestínumann frá Palestínu. Það getur enginn Þetta er kjarkur sem að þú getur ekki byggt á svona persónulega kjarki heldur er þetta einmitt tengt. Þetta er tengt Guði og örlagatrúni. Að þú sé tengdur ákveðinni hópi eða tíma. Já, og þú ert bara partur af einhverju alheimsafli
sem að verður ekki frá því tekið og það gera það engin vopn og engar vestrænar skeggræður eða pólitíkusar. Þess vegna lítið barn með steinvölur sterkar en skriðdrykkina. Akkurat. Sem tengist þessu. Herðu, ég ætla að slá botnin í þetta nema ert þú með eitthvað mjög brýnt erindi formaður? Já, ég bara að hugsa það sem að við getum gert hérna heima. Við náttúrulega höfum ekki mikil áhrif en við getum beint okkar afli að íslenskum stjórnvöldum að fá þau til þess að gera eitthvað sem skiptir máli. Ekki bara undirrita yfirlýsingar sem við erum búin að tala heldur. Og ekki bara fyrir Palestínu, heldur bara fyrir okkur því að við verðum að hafa stjórnvöld sem að endurspegla okkar siðferðislega grunn. Einmitt. Og ef að íslensk stjórnvöld vilja ekki hljóta þann dóm sögunar að þau hafi setið hjá þegar yfirstandandi þjóðarmál og ekkert gert, samkvæmt sem að þeim ber að gera, og þá þau mjög illa sett. Við vitum öll að íslensk stjórnvöld brugðust í helförinni. Já, endursendu gyðingar. Þá var eitt ríki sem tók á móti gyðingum og það var Palestína. En ég langar bara að benda á þetta að mér finnst það ekki vera eins og sé þungur dómur Íslendinga yfir sjálfum sér hvernig stóðu sér þar. Á þess að ég ætla að vera kaldhæðin eitthvað samband við dómsögunar. Að íslensk stjórnvöld og minnst íslensk samfélag taka þeirri stöðu sem að íslensk stjórnvöld völdu að taka sér þá bara tiltölulega létt. Ég sammála því. Það hengir engin haus í dag yfir því. Ég bara kannast ekki við að Þjóðverjar sjálfur voru ekki dæmdi svo harkalega. Þeir fengu bara Marshallpeninga og svo var bara Made in Germany besta vörumerkið í marga áratugi. En við þurfum að reyna að sjá til þess að þessi staða, þessi lærdómur, að hann verði raunverulegur. Og það okkar verkefni. Og þannig getum við þroskast sem samfélag með að læra af sögunni. Það komið til þess að þessar konur þær sýni það á sann að það sé eitthvað substans og bakvið gildin þeirra sem þær veifa. Þetta sé ekki bara allt performatíft og þær verða okkur til sóma. Herðu, Hjálmtýr, Guðný og Ólafur, kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða Palestínu. Takk. Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.